medical officer explains that buildings treated with DDT remain effective against mosquitoes for about 3 months. The Africans at first are not very impressed. Some are afraid that the DDT will poison them, while others suspect some sort of witchcraft. The entomologist calls for a bowl of porridge. This is sprayed with the solution in full view of the audience. He now eats several spoonfuls of the mixture to show that the contaminated food is harmless. Even this fails to convince the audience. Arab Kipkoy is the chief spokesman and states his objections with eloquence. He says that the new medicine is a bad poison that may exterminate the whole tribe. Já, Pétur Axelsson hérna. Vona að einhver hafi líkað upphafsstefið. Það hérna, það eru þessir vísindafólk, það vísindamenn. Hvað, kemur þetta ekki í kameru? Þetta er vísindafólk að sannfæra hérna leiðtogana að DDT sé bara gott sem matvæli. Og hér að þorpshöfðinginn var nú ekki alveg til í að kaupa það. Þeir töldu þetta eitur og illa anda. Og merkilegt nokk, þeir hafðu rétt fyrir sér. Við getum hort á hérna eitt viðtalsspil í viðbót. Og hérna kemur það. Pesticides weren't always thought to be harmful. To the contrary. In 1947, Time magazine carried an advertisement claiming DDT was good for people, homes, and farms. It took 20 years before scientists realized how dangerous it was. It begins with the war-born development of DDT. This diabolical weapon of modern science saved millions of humans, but killed billions of insects. Man, with this newly discovered force, has at long last gained the upper hand in our age-old struggle. Just like these mosquito larvae, it came from laboratories where top scientists from famous universities and from industrial and government organizations collaborated to develop something new and different. They succeeded. They perfected Pestroy, the most effective weapon man has ever wielded against insects. To begin with, this new pest killer is a DDT preparation. We realize what that means. Once a bug comes in contact with DDT, he's lost. All he has to do is just walk on any Pestroid-treated surface. DDT is absorbed through the feet and spreads throughout the insect's entire nervous system. The effect is disastrous. DDT seems to literally drive bugs crazy. But not for long. DDT next. Þetta lömunarveiki, sjáðu. Flugan lamast og þeir segja að hún dragi það upp í gegnum fæturnar líka. Paralyzes. Then kills. In both its forms, powder and liquid, Pestroy means doomsday to us insects. For this new insect destroyer contains a lot of DDT, not just a little. Its DDT content is even higher than government specifications. But the really sure kill feature of this insect killer isn't simply that it contains DDT, it's the way that it makes sure that bugs get the DDT that's in it. The same deadly effectiveness of the liquid form is found in the Pestroy powder. It is so easy to apply because of a new efficient dispenser package. All people have to do is to press the patented top like this.
It's a handful of concentrated death. This powder is truly activated. It contains stabilized pyrethrum, an ingredient which literally stampedes insects from their hiding places to bring them into contact with DDT, indoors or outdoors. Stirs them up, drives them out of cracks and crevices. With the possibility of a serious infantile paralysis epidemic, health authorities of the city of San Antonio, Texas, attacked the germ carriers throughout the city. With the war discovered DDT in special sprayers, sections of the city are blanketed with the insecticide in the fight to stop the spread of the dread poliomyelitis. Every suspected spot is sprayed. Even the streams are disinfected, and in the parks and public places, children are forbidden to gather. Tons of DDT are used in this fight against the dread disease, whose principal target is the young. Again, war has contributed one of its discoveries to save life. From 1945 to 1955, annual pesticide use on farms went from 125 million pounds to over 600 million. Soon, government agencies began treating even the suburbs with DDT. People thought it was a good thing because they got action in solving a problem as they conceived it. They were, for example, complaining about mosquitoes. And if the spray truck came down the street, they were told to just stay indoors for a few minutes and everything would be all right. So you had the government endorsing a product and you had the chemical industry pushing it very aggressively. There was a development program going on within the corporate system saying, well, if a little bit is good, a lot more is much better, isn't it? Public health departments staged demonstrations to convince the public of DDT's effectiveness and safety. Enthusiasm for the chemical knew no bounds, and few were questioning the wisdom of such use. Public places and private backyards were being treated whether people liked it or not. In 1957, planes sprayed a Massachusetts bird sanctuary owned by Olga Huckins, a friend of Carson's. In fury and desperation, Huckins told her what had happened. The birds showed all the symptoms typical of DDT poisoning. Huckins knew that the planes would be back in spite of her protests. She asked Carson for help. Carson later remembered how the thought of a spring silent of birdsong had moved her to action. It was your personal letter to me that started it all. In it, you told what had happened and begged me to find someone in Washington who could help. It was in the course of finding that someone that I realized I must write the book. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know. This is one of the nation's best sellers, first printed on September 27, 1962. In her groundbreaking book, Silent Spring, Rachel Carson jolted a prosperous post-war America, a country confident that science and technology were leading the way to a future in which disease and hunger could be overcome. In no small part, thanks to a new generation of powerful pesticides. But in Silent Spring, Carson warned that progress had a price. These sprays, dust, and aerosols are now applied almost universally to farms, gardens, forests, and homes. Non-selective chemicals that have the power to kill every insect, the good and the bad, to still the song of birds and the leaping of fish in the streams. All this, though the intended target may be only a few weeds or insects. Through sheer determination, Carson participated in an hour-long CBS News documentary on pesticides. CBS reports
The Silent Spring of Rachel Carson, which aired not long after Silent Spring became a national bestseller. Can anyone believe it is possible to lay down such a barrage of poisons on the surface of the earth without making it unfit for all life? While Carson didn't contend that chemical insecticides must never be used, she faced harsh opposition. A spokesman for the chemical industry, Dr. Robert White Stevens. The major claims in Miss Rachel Carson's book, Silent Spring, are gross distortions of the actual facts, completely unsupported by scientific experimental evidence and general practical experience in the field. If man were to faithfully follow the teachings of Miss Carson, we would return to the Dark Ages, and the insects and diseases and vermin would once again inherit the earth. And when CBS turned to government experts, the questions were many, but the answers few. Dr. Paige Nicholson, water pollution expert, Public Health Service. Do you know how long the pesticides persist in the water once they get into it? Not entirely. Do you know the extent to which our groundwater may be contaminated right now by pesticides? We don't know that either, nor do we know if concentration may be occurring in groundwater. There appears to be growing concern among scientists as to the possibility of dangerous long-range side effects from the widespread use of DDT and other pesticides. Have you considered asking the Department of Agriculture or the Public Health Service to take a closer look at this? Yes, and I know that they already are. I think particularly, of course, since Ms. Carson's book, but they are. Ms. Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man, whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature. Now, to these people, apparently the balance of nature was something that was repealed as soon as man came on the scene. Well, you might just as well assume that you could repeal the law of gravity. The balance of nature is built of a series of interrelationships between living things and between living things and their environment. You can't just step in with some brute force and change one thing without changing a good many others. Now, this doesn't mean, of course, that we must never interfere, that we must not attempt to tilt that balance of nature in our favor. But unless we do bring these chemicals under better control, we are certainly headed for disaster. Rachel Carson, author of the landmark book Silent Spring, started a revolution. During the 1950s, when crop dusting planes and insect sprays blanketed plants with DDT, Carson warned of the dangers of chemical pesticides. She warned of science's power to alter nature and called for government action to protect its citizens. Because of her courage, the disaster did not come to pass, and with Carson's words and spirit, the modern environmental movement was born. Já, þannig var nú það. Þannig að það ekkert nýtt að gerast neinstaðar. Það hefur verið reynt að eitra fyrir okkur áður. Og það er svolítið eftirtektarvert að sjá fuglana detta niður steindauða og og að því að við höfum séð þetta gerast svolítið núna að fuglar hafa hrunið af himnum ofan og fiskar eins og í Grundarfirði muni þá kom upp heil torfa þar af bara fiskum og og enginn skildi neitt og og síðan
náttúrulega vísinda fólkið, eins og þau kalla sig núna, vísinda fólkið eru raðlegarar andskotans og og síðan þegar Þorpshöfðingjarnir vildu ekki þiggja DDT spreyjanir þá skiptu þeir sögu. Þeir sögðu að lömunaveikin sem orsakaðist af DDT, þeir sáu að fuglar og flugur þær lömuðust sko. Og að því að við erum stærri spendýr heldur en þessi skordýr og fuglar þá kannski dettum við ekki niður alveg dauð eins og þau strax en við fáum hins vegar einkenni lömunaveiki eða miðtaugakerfis vandamál. Og þannig að polio var einfaldlega eituráhrif DDT, það full sannað. Og hvítsloppa glæpóarnir, þeir stukku á lestina til Auschwitz þegar að þeir hættu að spreyja DDT því það sá allir að það var óðsmanns æði. Þá datt lömunaveikin bara niður í 0 og nýjenginni og þá byrjuðu með bóluefni og og svo halleluja, nú hefur við læknað lömunaveiki. Þannig að eins og ég sýndi ykkur í gær ræða danska ráðherrans yfir pöpulnum á Íslandi að hún byrja það með lygi. En þar eru þetta börn lyginnar. Þetta er ekki Guðs börn. Það er alveg ljóst. En í kvöld verður svolítið biblíulestur. Þið sjáið að í gær talaði ég sem doktor Axel Pétur Axelsson. Og eins og þið vitið, ég hef sýnt ykkur það áður, þá ég með 2 doktorsgráður. Aðra í samsæringafræðum og hina í þjóðfélagsverkfræði. En núna tala ég undir kapasiteti sem heitir ég er. Ég mun ekki útskýra það hvað það þýðir. En þeir sem að eiga átta sig á því, þeir mun átta sig á því. Og við byrjum í Exodus yfir gefningabókinni og ég var nú að lesa þetta í góðu biblíunni minni áðan. Ég nú vanur svona blaðsíðum heldur en 12. Þannig að það þessi bók. Þetta orð Guðs og hér sjáið þið kross og náttúrulega sýna ykkur mikla tengingu sem að við þetta hér. Sem að heitir íslenski fáninn, þjóðfáni Íslands. Og í honum kross sem að tengist með þessum krossi hér. Þessi kross og þessi kross þessi kross þarna eru sami krossin og eru njörvaðir saman og eru líka hvítbláin
og allar og þetta þýðir þetta sem sagt krossfáni og og hann undirstaða 5 konunga Íslands og þetta grunnur Íslands og Íslendingar eru víkingar 5 konungar og ég sannarlega einn af konungum Íslands. Við konungar íslensk þýðing á Viking og við höfum undanfarin ár frá 20. mars 1944 höfum við verið undir danskri stjórnarskrá sem að kallast stjórnarskrá lýðveldisins Ísland og það það sem að þetta sem sagt valda ránsplagg erlendra afla sem að í raun verðlaust fyrir íslenska víkinga, hefur ekkert gildi fyrir mér til dæmis. Þetta ekki meira virði heldur en að nota þess til skeininga og hugsanlega ekki nothæft til skeininga heldur þegar þetta væntanlega á einhvern furðulegan pappír sko. En það sem að hefur gildi á Íslandi það krossfáninn og reikningarnar. Þetta það sem að gildir á Íslandi. Og það sem að nú svolítið merkilegt sem að gerðist á Íslandi núna að það ég fór yfir það í gær þar sem að valdaræningjar Íslands landráðamenn Íslands þeir lýstu því yfir núna á undanfarnum vikum að þessi svokallaða stjórnarskrá þeirra að það gefi ekki réttinn til lífs. Þessi glæpaklíka sem að situr á Íslandi í skjóli erlendra afla og hefur ekkert umboð eða hefur ekkert authority yfir Íslendingum eða Íslandi eða víkingum landsins. Þeir geta bara prumpað eins mikið og þeim sýnist. Það hefur engin áhrif á lögmæti þess sem ég að segja. Þeir vitna í lög en lög þeirra eru ólögmæt. Í fyrsta lagi þá hafa þeir aldrei sannað kjör sitt. Bara til þess að nefna eitt tæknilegt atriði til dæmis. Sko ef við förum yfir aðeins svona líkur að hætti Scott Adams þá fullyrði ég það að það séu 100% ávinningur, þess að
Það 100% líkur á því að einhver ásælist völd á Íslandi í gegnum það að falsa kosningar eða breyta sönnum niðurstöðum kosninga. Það 100% líkur á því að einhver reyni það. 100% líkur. Það bara eins og sá sem opnar banka sem geymir peninga og gull og gersemar, að hann getur gefið sér það 100% að einhver mun reyna að ræna bankan hans. Það svona eiginlega 100% líkur á því. Og og sama á Íslandi. Það eru 100% líkur á því að einhver muni reyna einhver tíman að ræna völdum í gegnum kosningar. 100% líkur á því. Í bönkum til dæmis nútímans þá eru stundum einhverju sem reyna að ræna bönkum, sérstaklega með þeir geymdu peninga, en núna það gert í gegnum digital, einhverju reyna að hakka bankana væntanlega. Og þessna eru bankar og svona verðmæta geymslustofnanir, þeir eru alltaf með alls konar varnir. Þeir eru með girðingar og myndavélar og öryggisverði og alls konar aðferðir til þess að reyna að tryggja öryggi verðmætana. Og sama með kosningar, að það eru alls konar varnir, okkur sagt, það eru lyga varnir, þar sem að þeir sem að telja eru í sömu glæpasamtökum og þeir sem að þykjast vera að verja. Og það hefur aldrei, að því ég veit, á Íslandi nokkur verið handtekinn eða ákærður fyrir kosningasvindl eða tilraun til kosningasvika. Sem að þýðir annaðhvort tvennt. Annaðhvort hefur engin áhuga á völdum á Íslandi og þeim fjársjóðum sem fylgja því, eða að það sem sagt ekkert eftirlitskerfi. Það enga girðingar og ekkert eftirlit með hvernig þetta gert. Og þar sem að enginn hefur náðst, þá enginn verið gripinn fyrir tilraun til kosningasvika. Og þið getið ímyndað eitthvað freistnina að það, til þess að mynda stjórna, þá vantar ykkur 500 atkvæði á Raufarhöfn, sko. Það rosalega freisting fyrir einhvern bara að hlaupa með strókleður og stróka út 260 atkvæðaseðla og breyta þeim, sko. Það rosalega mikið freisting sem getur breytt framtíðar stjórnarfari landsins. En það engin náðst, eða aldrei neitt verið kærður fyrir það, sem hlýtur að þýða að það eitthvað að í varnarkerfi bankans. Og hér á árum áður, þegar að kosningar voru, þá voru sjálfboðaliðar boðaðir til að telja atkvæði. Og í dag kostar 400 milljónir að halda kosningar. 400-500 milljónir kostar að halda kosningar. Og þeir sem að gera það, þess að valdstjórnin sem fjármagnar kosningu sína. Og þeir sem að borga þeim sem að vinna við talninguna. Og þú þarf nú ekkert að vera neitt mikill vísindamaður til þess að átta að hagsmunir þeirra eru gríðarlegir til þess að halda völdum, til þess að til dæmis borga sér margar milljónir á mánuði í laun fyrir utan allan kostnað og aukakostnað og kostnað bara til þess að fá milljarði inn í stjórnmálaflokkana sína og halda utanum vítisvélar andskotans í landinu.
og síðan fjármagnaðir áróðusútvarpið Skrúfjú fyrir milljarða til þess að hafa gott veður í umfjöllun. Og síðan ganga svo langt að það sem þið tala þessa enga fjölmiðla sem geta gert allt sem þeim sýnist, að þeir borga þeim 100 milljóna líka til þess að stunda áróðustarfsemi fyrir sig. Og síðan mæta þeir á hátíðisdögum og tala stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Það náttúrulega bara svona stand-up comedy fyrir heilbrigt fólk. En hljóðið í lagi, ég hef ekki heyrt kommentu það, en ég reikna með þessi í lagi. En ef við lesum aðeins Exodus þýður brotthvörf eða flótti eða brottför, koma sér burt. Og þetta sem sagt ekki fyrsta skipti í mannkynssögunni sem að þessar aðstæður myndast sem við erum í núna. Og ef við lesum ég kannski stækka letrið, ég vonaði ég ekki vandræði með að lesa með mér. Heldur ég lagi að hafa þetta svona bara. Ok. Hérna sem sagt Jósef. Jósef vitnisburður minn, sem svolítið merkilegt. Ég Jósef. Ef við byrjum í annarri Mósebók, 1. kafla, 7. versi, og Jósef dó og allir bræður hans og öll sú kynslóð. Jósef var í Egyptalandi svona ákveðin kristin áhrif sem hann hafði, eða guðlega áhrif. Svo þegar hann dó, þá þá hófst til ríkis í Egyptalandi nýr konungur sem enginn deili vissi Jósef. Hann hafði enga tengingu við lögmál Guðs. Og Jósef dó og allir bræður hans og öll sú kynslóð, og Ísraelsmenn voru frjósamir, jukust margfölduðust og fjölgaði stórum, svo að landið varð fullt af þeim. Þá hófst til ríkis í Egyptalandi nýr konungur sem enginn deili vissi á Jósef. Hann vissi semst ekkert kristnu arfleiðina. Hann sagði við þjóð sína, sjá, þjóð Ísraelsmanna fjölmennari og afl meiri en vér. Látum oss fara kænlega að við hana, ella kynni hennar fjölga of. Og ef til ófriðar kæmi, kynni hún jafnvel að ganga í lið með óvinum vorum og berjast á móti oss og fara síðan að landi burt. Og þeir settu verkstjóra yfir hana til þess að þjá hana með þrælavinnu. Og þið vitið að skattar á Íslandi eru cirka 80-90%. Og hún byggði vistaborgir handa Faraó, Pítom og Rameses. Þeir voru alltaf að byggja sér hallir, nota 20 milljónir ljósabúnað á Þingvöllum og bara lifa eins og konungar og nýðingar. En því meira sem þeir þjáðu hana, því meira fjölgaði henni og breytist út. Svo að þeir tóku að óttast Ísraelsmenn. Og Egyptar þrælkuðu Ísraelsmenn vægðarlaust og gjörðu þeim lífi leitt með þungri þrælavinnu við leireltu og tígulsteina gjörð, steinsmiðinir, og með alls konar akurvinnu. Með allri þeirri vinnu þeir vægðarlaust þrælkuðu þá með. En Egyptalands konungur mælti til hennar hebresku ljósmæðra, hét önnur Silfra og hinn Púa. Þegar þið sitjið hebreskum konum, mælti hann,
þá lítið á burðarsetið. Sé barnið sveinbarn, þá deyðið það, en sé það meybarn, þá má það lifa. En ljósmæðurnar óttuðust Guð og gjörðu eigi það sem Egyptalands konungur bauð þeim. Heldur létu sveinbjörnin lifa. Á Íslandi starfa morðingjarnir frjálsir í hendi í dag. Þá lét Egyptalands konungur kalla ljósmæðurnar og sagði við þær: hví hafið þér svo gjört að láta sveinbjörnin lifa? Ljósmæðurnar svöruðu faraó: Hebreskar konur eru ólíkar egypskum, því að þær eru hraustar. Áður en ljósmæðurinn kemur til þeirra eru þær búnar að fæða. Núna ætla þær að breyta því, það geta dreipið börnin til 3 ára aldurs, sko. Og Guð lét ljósmæðurunum vel farnast og fólkinu fjölgaði og það eldist mjög. Og fyrir þá sök að ljósmæðurnar óttuðust Guð, gaf hann þeim fjölda niðja. Þá bauð faraó öllum lýðsing og sagði: kastið í ána öllum þeim sveinbjörnum er fæðast meðal Hebrea, en öll meybörn mega lífi halda. Þetta er sem sagt mikið af stílbrigðum hér til nútímans, finnst mér. Og þeir faraó, Móse var dauðadæmdur undir þessum fyrirskipum faraós. Og en Móse slapp lifandi frá þessu. Sama með mig, eins og ég sagt ykkur áður, ég var móðir mín var 16 ára þegar ég var sækótaður, getinn, og það var mikil pressa á hann að eyða mér, drepa mig. Eins og konungur faraó vildi gera við víkingana í Þýlandi. En nei. Byrjum bara í 12. kafla annarra Mósebókar. Þá mælti Drottinn við Móse og Aron. Þið vitið að Aron, Guð kallaði Móse, kemur aðeins fram aðeins fyrr. Guð kallaði Móse til þess að vera talsmaður sinn og flytja Ísraelsmönnum þennan samning. Og þetta er eftir að þeir fara út úr Egyptalandi og voru búin að fara yfir Rauðahafið. Við varum búin að greina Rauðahafið. Og Rauðahafið er líkingamynd á mannhafinu. Og þegar það klofnaði, þá klofnaði það í huga sér, eða hugurinn. Það er helmingurinn af mannhafinu mun fylgja mér og Guði, og hinn helmingurinn mun fylgja andskotanum og faraó. Og núna er tími fyrir þig að velja í hvoru liðinu þú ætlar að vera. En Móse var svo feiminn og hann vildi ekki tala opinberlega. Og hann og Guð var mjög sár út í hann fyrir það og reiður. En þeir komast að samkomulagi með Aron væri svona talsmaður. Hann sagði að tala, að vera ræðumaðurinn. En Móse var svona hugsuðurinn að baki. Og ég hef átt svipaðar viðræður á Síónfjalli og ég hef ekki sóst eftir þessum kaleiga. En því miður þá er ég fastur í þessum sporum núna og mun reyna að standa mig í þjónustu við Guð.
Þessi mánuður skal vera upphafsmánuður hjá ykkur, hann skal vera fyrsti mánuður ársins hjá ykkur. Það sett í janúar. Talið til alls safnaði í Sælandsmanna og segið á 10. degi þessa mánuðar skal hver húsbóndi, já þetta hérna, þetta ekki alveg, þetta hérna, þegar þeir settu blóð á hurðirnar. Það ætlaði að vera 13. kafla, 13. Þú skalt helga mér alla frumburði, hvað eina sem opnar móðurlíf meðal Ísraelsmanna, hvort heldur sem menn eða fénaður, það mitt. Móses sagði við fólki verið minnug þessa dags, byrjum við hvað það Byrju nú, ég að lesa eitthvað. Já, fyrir ekki. Þetta í 20. kafla. Afsakið og ónægið. Guð talaði öll þessi orð og sagði, ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þræla húsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði, takk eftir í litlum stöfum. Þetta stór stafur. Það minn Guð. Og hér lítill stafur sem 666 guðir. Þú skalt engar líkneskur gjöra þér né nokkra mynd eftir því sem á himnum uppi, eður því sem á jörðu niðri, eður því sem í vötnum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dýrka þær, því að ég, drottinn Guð þinn, vandlátur. Guð sem vitjar misgjörða feðrana á börnunum, já, í 3. og 4. lið, þeirra sem ég hata. Og þið vitið að núna eiturefna árásin sem að vofir yfir, árás á börn í 3. og 4. lið. En auðsýni miskunn þúsundum þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mín. Ég að tala til þeirra sem að elska Guð og varðveita boðorð hans. Ég ekki að tala við börn djöfulsins. Þú skalt ekki leggja nafn Guðs, drottinn þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnist þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn hvíldardagur, heilagur drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þín, eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér innan borgarliða þennan. Því að á 6 dögum gjörðu drottinn himin og jörð, hafið og allt sem í því og hvíldist 7. daginn. Þetta ástæðan fyrir að fólk á að hvílast 7. daginn til þess að halda geðsmönnum sínum. En núna vinna allir alla dag og gjörsamlega geðveikir. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður þína, svo þú verðir langlífur í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náungaðinum. Þú skalt ekki girnast hús náungaðins. Þú skalt ekki girnast konu náungaðins, ekki þrælans eða ambátt, eða ekki uksa hans eða asna. Né nokkuð það sem náungið þinn á. Þessar hérna línur, ef að þetta væri kommunismi eða hópismi, hann gengur ekki bara á þessum hérna greinum sáttmálans. Þetta ekki boður, þetta sáttmáli. Allt að fólkið heyrði og sá reiðið þrumunar og eldingarnar og lúðraþjöturinn og fjallið rjúkandi, og fólk sá þetta, skelldust þeir og stóðu langt í burtu. Þeir sögðu þá við Móse, tala þú við oss og við skulum hlýða víðir. En láta ekki Guð tala við oss að við deyjum ekki. Og Móse sagði við fólkið, óttist ekki, því að Guð komin til þess að reyna yður og til þess að hans ótti sé yður fyrir augum, svo að þér syndgið ekki.
Stóð fólkið þá kyrrt langt í burtu, en Mósi gekk að dimmaskýinu sem Guð var í. Drottinn mælti við Móse, svo skalt þú segja Ísraelsmönnum, þér hafið sjálfur séð að ég hef talað til yðar af himnum. Þér skuluð eigi búa til aðra guði, aftur með litlu, sjáðu, þess að hjúmaniska guði, jafnlega mér. Guði af silfri eða guði af gulli skuluð þér ekki búa yður til. Ég reikna með þetta guði hér sé út af punktinum. Það sé með litlu G eða var ekki eftir punkti. Þú skalt gjöra mér altari af torfi og á því skalt þú fórna brennufórnum þínum og þakkafórnum. Brennufórnur og þakkafórnur eru af sauðum og nautum. Þetta til þess að bregða þess að ástæðan fyrir þessum fórnum til þess að díla við sjálfselskuna, við sjálfið. Allstað það sem ég læt minnst nátt mín mun ég koma til þín og blessa þig. En gjörir þú mér altar af steinum, þú mátt ekki hlaða það af högnugrjóti, meitlararnir, frímúrarnir. Þeir eru vanheilagari Guði. Því að ber þú meitil á það, þá vanhelgar þú það. Þetta hérna ves bölvun yfir frímúrara. Ekki endilega saumaklúbb frímúrara, heldur hugsun frímúrara, hreyfingarinnar. Og og sem sagt steinn bara steinn, þú mátt hlaða allt af steinum, en hins vegar ef að þú heggur það, þú getur hugsað það að höggvagrjót eins og að aga manneskjuna til þess að vera hermann eða lögreglumann, ekki lögregluþjón, heldur lögreglumann. Það fólk höggið grjót og það fellur ekki undir sáttmála Guðs. Og núna hafa þeir sjálfur sagt að þeir hafi engan lífsrétt úr stjórnarskráni heldur. Og eigi mátt þú ganga upp að altari mínu, svo að blíðun þín opinberist þar ekki. Þannig að þetta sáttmáli Guðs, sáttmáli okkar við Guð. Og sáttmáli okkar festur í fána Íslands og þessi föndurvinna hvítsloppa glæpamannanna hefur ekkert gildi nema fyrir þeim sjálfum. Og þeir sem eru í þessum heimi faraós og í heimi andskotans, þeir lifa í svona einhvers konar lögfræði heimi. Og þeir eru svo sturlaðir að þeir hafa skrifað sig út þar sjálfur. Þeir voru með lífsvernd frá Guði yfir krossinum á Íslandi og yfir víkingum Íslands var sáttmáli Guðs, en þeir hafa sagt sig frá þeim sáttmála. Og að ég að tala hér í ég capacity, áttu ykkur á því. Þið vitið að ég persónulega á móti öllum að menn dreipi menn. Ég algjörlega á móti því. En hins vegar ég að segja ykkur hvað Guð að segja, hvað sáttmáli Guð segir. Og þetta lagaföndur hjá þessum vitleysingum á Íslandi bara 15 mínúna gamalt, sko. Þetta bara ekki einu sinni orðið til sumt að því. En þetta sem ég að tala hér 6.000 ára gamalt. Og ég ætla frekar að fylgja eftir skynsemi þessum hér 6.000 ára gömlu
6.000 ára gömlu visku og ég að segja ykkur hvað Guð segir þar. Og ég að benda ykkur á að ef þú hlustar á heimsku hvítsloppa glæpagengisins, þá heyrur einfallega að þeir eru búin að segja sig úr lögum með Guð og menn. Þeir eru búin að lýsa því yfir að þeir eru ekki undir guðlega sáttmálanum og þeir hafa lýst því yfir að þeir eru ekki einu sinni undir vernd lagaföndur síns eigins lagaföndurs. Þeir reyndar í heimsku sinni ætlaðu að snúa þannig að þeir getu meitt þig eða drepið þig, en með því að gera það þá eru búin að taka af sjálfum sér alla lífsvernd. Það er að þeir framkvæma í heimsku sinni. Þeir hafa enga visku og ekki neitt. Þetta er bara sturlað pakk. Og ég ætla að fara að hoppa yfir í þetta sé í 23. kafla. Já, ég held að það sé hérna, pröfum að lesa þetta. Maður lesa aldrei of mikið í Biblíunni, hvað sem er. Þetta eru þau lög sem þú skalt leggja fyrir þá. Þegar þú kaupir hebreskan þræl skal hann þjóna þér í 6 ár. Þannig að á 7. ári skal hann frelsburt fara án endurgjalds. Íslensku, þessa valdstjórn í nútímans eru líka að brjóta þetta. Þeir eru ekki með neina exodus fyrir fólk. Hafi hann komið einhleypur, ég mun aðeins útskýra það betur eftir, við komum að ákvæða þetta, en hafi hann komið einhleypur, skal hann og einhleypur fara burt, en hafi hann konungur verið, skal kona hans fara burt með honum. Hafi húsbóndi hans fengið honum konu og hafi hún fætt honum sonu eða dætur, þá skal kona og börninar heyra húsbónda sínum til. En hann skal fara einhleypur burtu. Þetta fjallar sömu stöðu, að hann skilar þér tilbaka í sömu stöðu og komst inn. En ef þrællinn er skýlaus, ég elska húsbónda mín, konu mín og börn mín, ég vil ekki frjáls í burtu fara. Hann óskar eftir því sjálfur. Þá skal húsbóndi færa hann til Guðs og leiða hann að dyrunum eða dyrastafnum og skal húsbóndi hann stinga í gegnum veiran hann og skal hann síðan vera þræll. Þræll er reyndar meira svona kannski starfsmaður eða það er ekki endilega þræll í þessum propagandahuga sem er í hausnum á þér. Eða bara verið meðlumur í hans apparati. Skal hann vera þræll hans ævilega. Þetta er þetta ákveðið samningsákvæði. Ég vil ítrekka að þræll er ekki propaganda þræll sem að þú heldur. Þegar maður selur dóttur sína eða ambátt, skal hún ekki burt fara á sama hátt sem þrælar. Geðjist hún eigi húsmati sínum sem ætlað hefur hana sjálfum sér, þá skal hann leyfa að hún sé leyst. Ekki skal hann hafa vald til að selja hana útlendum líð. Og það er það sem verið að gera á Íslandi, er að það er verið að selja þræla Íslands útlendum líð. Með því að hann hafi brugðið heit við hana. En ef hann ætlar hana syni sínum, þá skal hann gjöra hana sem dóttur sína. Taki hann sér aðrar konu skal hann ekki minnka við hana í kosti eða klæðina eða sambúð.
Veiti hann, ég veit að þið skiljið þetta ekki nútíma góleminn sko, en þetta hefur allt eðlilega skýringar að baki. Og nú miðar svolítið við aðstæður eins og þær voru á þessum tíma. Taki hann sér aðra konu, skal hann ekki minnka af við hana í kosti eða klæðina eða sambúð. Og svo munið þurfa að vita náttúrulega að þessar biblíu þýðingar eru komnar í gegnum. Það er hellingur sem er lost og ringlaði í translation sko. Þannig að það má taka ákveðna hluti með fyrirvara. Já, hérna kemur lykillinn, eða sem ég ætlaði að fara inn á. Veiti hann henni ekki þetta þrennt, þá fari hún burt ókeypis án endurgjald. Hver sem lýstur mann, svo hann fari bana af, skal líflátin verða. Hér er valdstjórnin undir. Þeir hafa lýst menn, þannig að þeir hafa látið lífið. Þannig að þeir skulu líflátnir verða samkvæmt orði Guðs. En hafi hann ekki setið líf hans, það er eitthvað svona slísalegt, en Guð látið hann verða fyrir honum, þá skal ég setja þér griðastað sem hann megi í flýja. Þetta er sem sagt útivistadómur, eða sem sagt þú mátt hlaupa til fjalla eða eitthvað griðastað. En þú fari ekki að halda áfram að taka þátt í samfélagi Guðsbarna. En fremjir þú nokkra þá óhæfu að drepa náunga sinn, en fremjir nokkur þá óhæfu að drepa náunga sinn með svikum, þá skalt þú taka hann jafnvel frá altari mínu, að hann verði líflátin. Það sem ef þú bara drepum hann, þá skaltu líflátin verða. En ef þú gerir það með einhverjum svikum og prettum, þá ertu tekin frá altarinu og líflátin. Þetta er svona eiginlega hæðsta refsing sem hægt er að hugsa sér á þessum tíma. Og þetta er greinin sem á við alla valdstjórn Íslands frá upphafi til enda. Og þetta er ekki það sem ég er að segja. Ég vil að allir séu, öll dýrin í skóginu séu bara góði vinir og vil ekki sjá neitt illt eða neitt, en ég er að segja ykkur hvað það er sem Guð segir. Og sennilega ekki dýrar henni keypt það sko. En Guð hefur útvalið mig til þess að sinna þessu hlutverki og ég er líka að þjóna arfleið víkinga á sama hátt. Og Medical officer. Og er að túlka lögleysu valdstjórnarinnar og hvernig þeir eru sjálfir að fremja í raun ákveðna tegund af sjálfsmorði. Aðgerðir þeirra er ekki að túlka öðruvísi heldur en sjálfsmorð. En nú ætla ég að sitja hérna smá pásu og nýta mér þessa nýju græjur, það sem ég get sett hérna. Ég ætla að spila aftur DDT so save you can eat it. Ég þannig að skræpa á klóstið. En ég kem aftur eftir 2 sekundur. The medical officer explains that buildings treated with DDT remain effective against mosquitoes for about 3 months. The Africans at first are not very impressed. Some are afraid that the DDT will poison them, while others suspect some sort of witchcraft. The entomologist calls for a bowl of porridge. This is sprayed with the solution in full view of the audience.
He now eats several spoonfuls of the mixture to show that the contaminated food is harmless. Even this fails to convince the audience. Arab Kipkoy is the chief spokesman and states his objections with eloquence. He says that the new medicine is a bad poison that may exterminate the whole tribe. Jæja, það var svona askoti stutt. Þetta er svona heimilislegt hjá okkur hérna. Þetta er engin svona heila þóttastöð sem að dælir út einhverju vitleysu. Vonandi, ég náttúrulega veit það ekki. Ég sit ekki hér við stjórn. Hér situr ég við stjórn. En sem sagt, í grundvallaratriðum þá er valdstjórnin danska sem situr á Íslandi. Hún var náttúrulega með einhverja svona lígveldis leiksýningar sem eru fallnar. Og eftir situr sáttmáli Guðs. Og að fremja óhæfu sem að drepa náunga sinn með svikum, þá skaltu taka hann jafnvel frá altari mínu og hann verði líflátinn. Nú vitum við, þessna var gott að sýna ykkur aftur þetta DDT-vídeó þar sem þeir voru að drekka það og sýna hvað það væri æðislegt, sko. Og þessi fyrirtæki sem framleiddu DDT, mörg af þeim voru í því að framleiða gasið í T4 til dæmis. Og þessi fyrirtæki hafa aldrei hætt, þau hafa alltaf bara haldið áfram. Og Monsanto er svona eiturefna framleiðandi. Og það er svo merkilegt að sá sem að ætlar að snúa þig niður og setja eitur í þig, að hann átti meirihluta í Monsanto þangað til að enn svakalegri eiturefna fyrirtæki keyptu það upp, sko. Þannig að það er fullsannað að það er verið að drepa fólk á Íslandi með svikum. Og samkvæmt sáttmálanum við Guð sem Ísland er aðili að með krossin í fánanum, og þótt að valdstjórnin hendi krossin út, það breytir engu. Þeir hafa engin völd. Þeir eru bara eins og hver önnur skipulög glæpasamtök. Og þótt að þeir sé að setja sér einhver lög eða reglur, þá hefur það ekkert að gera með okkur víkinga. Það hefur bara ekkert að gera með okkur. Við erum konungar Íslands. Við konungar. We king. Og veit ekki hvað translate segir þetta. Við konungar. Mér þess að Google Translate er sammála okkur. Og í sænsku þá er það vantanlega við. Það er kung. Svítis. Hann nær ekki að ná því. Við látum enskuna duga. Enskan er svolítið gott mál lögfræðilega, sko. Pillu hérna.
Ok, viking þýðir við konungar. Og við getum tekið hérna vi úr sænskunni þá, fyrst hann vil ekki gera hitt. Það þýðir við. Og hérna vi þýðir við og við þýðir we og viking þýðir við konungur. Vikings við konungar. Þannig að við erum konungar. Ég er konungur. Ég er konungur. Land mitt er Ísland. Og þeir sem hafa sagt sig úr lögum við Guð og menn eru útlendingar í landi mínu. Og hér með er landvistarleyfið þeirra afturkallað. Og þeir eru vinsamlegast beðnir að yfirgefa landsvæðið umsvifalaust. Og framkvæmið er einhverja einustu óhæfu í landi mínu, þá mun þeim vera refsað samkvæmt orði Guðs. Guð mun refsa þeim með því að taka þá frá altari Guðs og lífláta þá. Það er ekkert sem ég ætla að fara að gera. Ég er ekki morðingi, sko. Ég er bara að segja þér hvað Guð er að segja. Ég er bara að segja þér fréttir sem ég heyrði á Síón fjalli. Ég er ekkert að segja það neitt annað. Og að ætla að fara að persónu gera þetta upp á mig er bara, farðu bara með heimskingjónum til helvíti, sko. Það er ekkert að gera hér. Okay. Hver sem lýstur föður sinn eða móður sína skal líflátin verða. Hver sem stelur manni og selur hann, eða hann finnst í hans vörslu, hann skal líflátin verða. Þannig að ef að einhver tekur einhvern af íslenskum víkingum, íslenskum konungum, og stelur honum, eða selur hann, eða hann finnst í vörslun hans, þá er viðkomandi dæmdur til lífláts samkvæmt sáttmála Guðs. Og hérna þannig að það er ekki bara, það virðist ekki alltaf bara að vera einfaldur dauðadómur, það virðist vera að það liggi í loftinu margfaldur dauðadómur yfir hvít sloppa glæpa genginu sem kynnir sig sem valdstjórnin samkvæmt orði Guðs. Og samkvæmt sáttmála Íslendinga við Guð. Þessi sáttmáli er eilífur og hann er ekki hægt að afturkalla á einn eða annan hátt. Guðir, sáttmálar sem að gilda til eilífðar, gilda til eilífðar. Það er bara þannig. Og í raun er mér alveg sama hvað glæpa gengið segir. Það breytir engu. Ég meina, látið hina dauðu, grafa hina dauðu. Og þetta er ekki
léttverk fyrir mig. Ég eins og Móse, ég myndi helst ekki vilja taka þátt í þessu, sko. Ég myndi vilja óska þess að þetta væri ekki svona. En svona þetta. Og sko, ég bara að spila eftir sko valdstjórnar mafían á Íslandi, hvít sloppa glæpamennir, eru búin að segja sig úr lögum með Guð og menn. Þeir eru búin að segja að þeirra eigin stjórnarskrá vendi ekki líf. Þar með eru þeir búin að segja að þeir hafa enga lífsvernd, en þar eru þeir ekki börn Guðs lengur. Þeir eru skepnur. Þeir eru það sem að Black Law skýrgreinir sem monster. Að þótt að þeir séu af manneskju fæddir, þá eru þeir ekkert eins og manneskjur. Þeir vilja sýna ykkur það. Hérna þetta. Black Law Dictionary. Reyndar eru búin að taka þetta úr þessari útgáfu. Þeir eru alltaf eins og þið sáu þarna sem var sýningur í gær, það sem voru að tala að drepa að stunda fóstureyðingar til 30 ára aldurs. Og þið sjáu að Faraó var að stunda það líka í Egyptalandi. Reyndar, það var líka til 30 ára. Það er merkilegt að því. Hvað segir hann hérna í fyrstu Mósebók? Já, fyrir ekki, hann reyndar bara við fæðingu. En það er annars staðar það sem er talað til 30 ára. Man ekki alveg hvað það er, en þið getur fundið það. En þeir eru sem sagt búin að segja sig úr lögum við Guð og menn. Og þeir eru samkvæmt skýrgreiningu Black Law, þá eru þeir monster. Og monster, Black Law Dictionary, second edition, hvað er mín eiginlega? Já, mín er 4. útgáfa. Ég þarf að finna þess einhverja bóksölulegs þar. Er translateina þetta. Æsileg fæðing, mannfæðing eða aðkami sem ekki hafa lögun mannkyns, sem geta ekki verið erfingjar en einu landi, þó að það sé fætt í hjónabandi, semst lögvenda. Og þetta fólk sem er í valdstjórninni hefur engan lífsrétt neins staðar, hvorki í þeirra eigin lagabulli. Þeir hafa engan lífsrétt samkvæmt orði Guðs og samkvæmt Black Law Dictionary eru þeir skepnur og hafa því engan rétt til neins. Þannig að þegar að þetta er það sem Guð er að vara við, þegar þú ferð út í vitleysuna, út í haf heimskunar, þá líður ekki á löngu þar til að þú er búin að afsala þér öllum þínum lífsrétti í kappinu við að reyna að taka lífsréttin af öðrum. Sko, ég er barn Guðs. Ég er
undir sáttmála Guðs, ég frelsaður fyrir blóð Jesú Krists, þannig að það á engin neina ákæru á hendur mér. Ég sovereign konungur á Íslandi. Nú ef ykkar vernd kemur frá andskotanum og þú ert með samning við andskotan eða Satan eða djöfulinn, þá uppskerð þú samkvæmt þínum samningi. Og ég þarf ekki að gera neitt. Eina sem ég þarf að gera að kalla fram sáttmála minn við Guð. Það nú þegar gert, ég var enda að gera það. Ég punktur. Ég konungur á Íslandi. Punktur. Ég sjálfsvalda sovereign á ensku. Ég full valda. Allar ákærur gegn mér falla undir blóð Jesú Krists. Ég hreinsaður og mitt hús, mín fjölskylda, hreinsuð fyrir blóð Jesú Krists. Þannig að það á engin einar ákærur gagnvart okkur. Engin. Gagnvart mér sem fullvalda konungi á engin eina ákæru gagnvart mér, einfaldlega þegar ég með blóðsáttmála við Jesú Krist, þar sem allar mínar syndir voru greiddar. Og ég kalla út þessa skömm, þetta abomination, eða sérst viðbjóð, sem hefur opinberað sig á Íslandi, þetta skrímsli, þessi monster. Jesú hefur útrétta hönd fyrir ykkur monster. Ef þið takið ekki þá hönd, þá eru þið ábyrg fyrir ykkar eigin örlögum. Ég hef ekkert með það að gera, sko. Þannig nú það. Ekki leiðilegt að þú sért í svona djúpum skít. Það mjög leiðilegt fyrir þína hönd, sko. Það svakalega leiðilegt fyrir þig að vera bara með kúk í hjartastað. Og en Jesú kallaður konungur við fæðingu. Hvar hinn nýfæddi konungur gyðinga? Spurðu vitringarnir frá Austurlöndum. Ég held að þetta væri allt í Austurlöndum. Já, ok, það sannlega austar í löndum. Þegar Heródes heyrði þetta var hann skjálkaður og allir Jerúsalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum lýðsins og spurði hvar á Kristur að fæðast. Þeir svöruðu honum í Betlehem í Júdea, en þannig ritað hjá Spánarmanninum. Og þeir mættu og að sjá það aftur að það fyrirskipað að drepa börn.
Margir farisegar og sadúekar komu til skýrnar, sagði hann við þá, þér nöðrukyn, hver kenndi yður að flýja komandi reiði? Monster samnefnari við nöðrukyn. Þetta glæpapakk á Íslandi sem hefur komið sér fyrir þar nöðrukyn. Og þeir munu bera ávöxt samborin iðruninni. Látið ykkur ekki til hugar koma, að ég geti sagt með sjálfum yður. Vér eigum Abrahama föður. Ég segir yður að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Ég segi, látið ykkur ekki koma til hugar, valdstjórnar glæpa pleppar Íslands, að þið eigið Abraham að föður. Látið ekki hvarfla að ykkur einu sinni, að Ísland sé landið ykkar. Þér eruð nöðrukyn, þér eruð skepnur, monsters. Þið hafið sagt ykkur úr lögum við Guð og menn. Og þið hafið sjálfir lýst þið yfir að þið hafið ekki einu sinni vernd á lífi í ykkar eigin rugluskjölum. Ég meina, ég hélt að það var ekki hægt að hámarka heimskuna, en þið virðist alveg vera á fullu við því, sko. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðirnar. Ég fylltur heilugum anda, bara þannig að ég viti það því. Og ég með blóðsáttmála við Jesú Krist. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina, að hans yrði freistað af djöflinum. Þar fastaði hann í 40 daga og 40 nætur og var þá orðinn hungraður. Þá kom freistarinn og sagði við hann, ef þú ert svona Guðs, þá bjóð þú að steinar þessi verða brauði, háfuglarnir muniði, mockingbird, fjölmyrðamellunar. Jesús svaraði, ritað enginn eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullinn hann með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert svona Guðs, þá kasta þér ofan, því að ritað hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér og þú steytir ekki fót þinn við stein. Jesús svaraði honum, aftur ritað, þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns. En tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbiður mig. En Jesús sagði við hann, vík brott Satan, ritaði drottin Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Því læti þetta verða að mínum orðum og ég lýsi hér með yfir.
ég, Axel Pétur Axelsson, sagði ég punktur, ég lýsi því yfir, vík brott Satan, rita þér, drottinn, Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Og það það sem ég geri og ætla að gera og mun gera og hef alltaf gert frá því að ég frelsaðist fyrir Guðs náð. Og þannig nú það. Sælir eru þér, þá menn smánæður, ofsakja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnið því að launin þeir eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á þá að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því og tróða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku, og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal manna að þeir sjá góða verkið yðar og vesama föður yðar sem á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Það margir sem að búa til svona Jesú bróðir besti sem að afnemur alla Guðs sáttmála. Jesú segir það sjálfur. Ætlið ekki að ég sé komið til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður. Þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu. Uns allt komið fram. Þannig að krossinn í sáttmála Íslands við Guð mun aldrei falla úr gildi. Eða þar til himinn og jörð líða undir lok. Á meðan að himinn og jörð hafa ekki liðið undir lok, þá gildir lögmál Guðs sem ég var að lesa í áðan. Hver sem brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum, það mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Og ríki eins og við vitum hugarástand eða government ríki. Ég segi þér, ef réttlætið ber ekki af réttlæti fræðimenna og farisea komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurnar, þú skalt ekki morðfremja. Sá sem morðfremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu. Og hver sem svívirðar hann hefur unnið til eldsvítis. Já, það bara fyrir að reiðast bróður sínum. Sértu því að færa fórn þín á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn,
koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn meðan þú ert enn á vegi með honum. Tel þess að hann selji þig ekki dómarum í hendur og dómarinn þjónunum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast þaðan út fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Og sannlega segi ég þér að skepnur valdstjórnarinnar á Íslandi og annara valdstjórna í heiminum munu ekki komast upp með þetta sem það glæpi sem að reyna að koma í gang núna. Og þeir munu uppskera eins og þeir sá. Og á Íslandi komin upp svo sérstaða að elitan sjálf hefur lýst yfir að þau njóta ekki lífsverndar samkvæmt þeirra eigin lögum, sko. Þeir hafa lýst yfir, opinberlega. Og því mæli ég með því, ekki ég Axel Pétur Axelsson, sko, heldur ég mæli þá með því að notuð séu þeirra eigin vopn gegn þeim sjálfum. Þið vitið að já, við getum notað sömu trikk ef við þurfum og elitan notar sjálf. Þetta það sem heitir að nota þeirra eigin vopn. Það sem gert þetta kann elitan. Að eru 1, 2, 3, 4 sem skjóta þennan hér. Ég ætla að taka það fram að ég persónulega á móti aftökum. Ég fullkomlega á móti því að ég náttúrulega að tala hér út frá orði Guðs og frá sáttmála Guðs og frá yfirlýsingum glæpasamtakana sem kalla sig valdstjórnin á Íslandi. En ef við lendum í þeirri aðstöðu að við þurfum að framkvæma þessa dauðadóma hér. Ef við lendum í þeirri aðstöðu þá þarf að gera það náttúrulega rétt eða einhverju viti. Og trikkið hjá elitinni með firing squad eða semst svona dauðarefsingasveit að það allir hér með púðurskot. Það einhver af þessum byssum hlaðin með púðurskotum og einhver með alvöru skotum. Og þegar höfðinginn segir skjótið, þá skjóta þær allir í einu. Eitthvað af þessum byssum mun deyða þessa persónu hér. En enginn, og þessna eins og það við séð framkvæmdan á þessu, hershöfðinginn tekur síðan allar byssurnar strax af og þurrkar af öll fingraför og allar sannanir og allt slíkt. Og þeir halda ekki byssunum sínum. Það ekki byssuna þeirra. Að það getur enginn sannað hver þeirra hafði raunverulegu kúlunar í byssunni.
og því ekki hægt að dæma þá fyrir neinum rétti nema náttúrulega rétti Guðs. Guð mun dæma þann sem að var með alvörubyssuna. Og þessi er hins vegar alveg ljóst. Þessi er alveg 150% sekur fyrir morð. Og þetta er, ef að þetta þarf að framkvæmast, þá munið að gera það svona. Það sé alveg á hreinu að þetta sé framkvæmt með réttum hætti. Ekki að ég sé að mæla fyrir því. Mín skoðun er að engin manneskja hefur rétt til þess að taka líf annarra manneskju. Hins vegar segir Biblía, lög sáttmáli Íslendinga við Guð, hann segir einfaldlega að þessi atriði sem eru talin upp hér kalli á lífslát. Og það er hugsanlega þá í því samhengi að þú ert ekki að drepa manneskju, þú ert að drepa skepnu. Og og náttúrulega í þessum aðstæðum sem við erum núna, ekki það að ég sé að segja að sko lög eilífðarinnar eins og sáttmáli Guðs, hann á ekkert við einhver stundarfyrirbæri. Hvort að ég lifi þetta af eða ekki, eða hvort ég verð drepinn eða ekki, breytir akkurat engu. Og hver ég er eða akkur ég er að segja þetta eða hvað, það breytir raun engu. Ég er bara að segja ykkur frá á raunveruleikanum. Þessi sáttmáli er cirka 6.000 ára gamall. Ísland er aðili að þessum samningi við Guð. Það er sönnun það í fánanum. Og þótt einhver reyna að breyta honum eða brenna hann eða eitthvað slíkt, það breytir engu. Það er. Og sko það er ekki eins og þetta sé bara árás gegn okkur, heldur er þetta árás gegn framtíð okkar. Afkomu víkinga til framtíðar. Af því að þessi eiturefni sem þeir ætla að þvinga í ykkur okkur mun gelda ykkur og börnin ykkar og barnabörnin og jafnvel 2-3 ætliði þar niður. Það er það sem er að reyna að gera allavega. Og þetta eru sem sagt skepnur, monsters. Þeir eru búin að segja það sjálfir að þeirra eigin lög gefi þeim engan sérstakan rétt til lífs. Og þannig það er alveg ljóst hvar börn Guðs standa í þessum málum. Og eins og Faró var mjög hræddur við, þá eru við miklu fleiri heldur en monsterinn. Og við erum að rísa upp og við kunnum þessi lögfræði trikk með aftökusveitir. Við kunnum það alveg líka sko. Og ef að þið, monsterinn, haldið eina sekúndu að þið komist frá þessu, þá lifið þið í mikilli villu og lifið þið í miklum sjálfsblekkingum. Af því að hvert eitt og einasta ykkar mun greiða fullt gjald fyrir glæp ykkar. Fullt gjald. Það er ekkert bara ég sem er að segja, það er Guðs ríkið sem er að segja. Guð er að segja þér það. Og við erum nokkuð margar billjónir sem erum í þessum sáttmála.
og þessi anskotans börn eru bara eins og prump í vindi. Þið eruð ekkert, þið eru einskis virði. Þið eru bara monster. Jú, við höfum tekið þátt í þessum matador leik ykkar, já, allt, við erum alveg til í alls konar, að vera með í alls konar. En það eru náttúrulega ákveðnar línur þar sem við þurfum einfaldlega að bregðast við í sjálfsvörn. Það er ósköp einfalt. Og þess vegna kalla ég fram iðrun og ykkur er boðin fyrirgefning Guðs fyrir friðþægingu Jesú Krists og fórnardauða hans. Og ef þið takið við blóði Jesú Krists, þá eru þið komin í okkar sáttmála. Það er alveg á hreinu. Og það ég trúi ekki þannig að þetta gerist, þannig að við þurfum að vinna handavinnuna til þess að taka þessi monster út. Ég sé ákveðnar aðferðir við hjá Guði til þess að gera það. Og hann mun sjá til þess að það verði framkvæmt. Ég er búin að kalla fram sáttmála Guðs yfir þessar aðstæður. Og hann mun að sjálfsögðu standa við sinn hluta af samningnum. Ég veist ekki það í eina sekundu. Hann hefur gert það í 6.000 ár. Hann hefur aldrei klikkað á því að standa við samninga sína. Og það getur vel verið að 1 billjón eða 2 þurfa að láta lífið af okkur kristnu. Það getur vel verið 1 billjón eða 100 milljónir eða ég veit ekki hvað mörg af okkur þurfa að deyja. En á endanum mun sáttmáli Guðs taka ykkur út, monster. Á endanum mun sáttmáli Guðs takast monsterin út. Það gerist alltaf. Lesið bara Job. Og fyrir mig og mína fjölskyldu, Axelsson fjölskylduna, þá getið þið ekki snert okkur nema brjóta gegn Guði, sáttmála Guðs, og eyðileggja ykkar eigið karma eins og þið kallað. Þið getið ekki snert á Axelsson fjölskyldunni, mér og mínum. Það er ekki séns. Og ef þið snertið hár á höfðu okkar, þá eru þið búin að brjóta sáttmála Guðs. Þið eru búin að brjóta karmasáttmála, ykkar eigin karmasáttmála. Og þið eru rétt dræp, hvar sem er og hvenær sem er. Sáttmáli Guðs segir það. Ekki ég er bara að lesa sáttmála sem ég með við Guð. Og við erum búin að fá nóg að þessu rugli í ykkur, monster. Við nennum ekki að hlusta á ykkur lengur. Og þetta lígveldi ykkar, líðveldið Ísland, eða hvað þið kallið þessa vitleysu ykkar, það er bara eins og prump í vindi, það kemur engum við lengur. Og það sem ríkir á Íslandi er sáttmáli Guðs. Það er hver einn og einasti Íslendingur sem er undir sáttmála Guðs, sem er undir krossi fánans, hann er konungur. Við erum konungar, we king. Og við munum beita sjálfsvörn ef til þess þarf. Þetta er sennilega síðast aðvörun. Eða svona með seinni aðvörunum. Ég var að ykkur áður við. Þið hafði bara haldið áfram og áfram og áfram. En sáttmáli Guðs leyfir að þið séu tekin út hvar sem er og hvenær sem er. Hvert einasta Guðsbarn á Íslandi hefur rétt til þess. Það er bara samkvæmt orði Guðs, samkvæmt lögmálinu. Samkvæmt sáttmála íslenskra víkinga og landsins. Þessi sáttmáli er undirritaður með blóði víkinga á fósturjörð okkar.
það hugsanlegt að ég sem einn af konungum Íslands geri samning við einhver öfl til þess að leysa okkur undan þessari glæpastarfsemi. Það reyndar hættulegi leikir. En það eitthvað sem er hugsanlega í stöðunni. Og best ef við getum gert þetta sjálf. Það allra besta niðurstaðan. En já, það þannig sem þetta er. Og það engar sérstakar samningaviðræður við þessi monster. Það alveg skýra línur. Ef þið sneiðið 1 hár á höfði víkings á Íslandi, þá þið brotleg við sáttmála Guðs og munið þið taka út dóm Guðs. Og sáttmálinn segir ekkert að fólk verði bara eitthvað komist ekki til himna, eitthvað slíkt. Nei, það sagt að það verður tekið að lífi. Það það sem að sáttmála Guðs segir, sem að endurspeglast í fána Íslendinga. Og í raun einu sönnu lög Íslands. Og hérna, já, ég sé nú að fólk hefur komið og farið, sko. Gólem náttúrulega höndla þetta ekki. Skil það alveg. En þannig legg ég út sáttmála Guðs hér. Þannig raunveruleikinn á Íslandi. Við konungar vísum hverjum einasta útlending úr landi hér með. Útlendingar sem ekki hluti af sáttmála Guðs hafa engan rétt til veru á Íslandi. Og vinsamlega bennir að hypja sér í burtu sem allra fyrst. Þótt þið beri íslensk nöfn og hvað þú vilt kalla þetta. Þið hafið engan tilveru rétt á Íslandi. En hins vegar stendur hönd Guðs opin. Hann býður ykkur fyrirgefningu og yðrun í gegnum fórnardauða Jesú Krists. Ef að þú hafnar því, þá það þitt val. Þú berð ábyrgð á þínu eigin lífi. Ég geri það ekki. Ég bara að lesa upp hérna sáttmálann. En takk fyrir komuna. Þetta var mikil ferð upp á Síón fjall. Ég var þar í svolítinn tíma núna. Og Guð opinberaði fyrir mér hvernig staðan er. Og þetta alveg skýrt í mínu höfði. Ég vona að ég hafi komið þessu skýrt frá mér. Ég veit ekki hversu margir hafa skilið mig. En sumir hafa skilið mig mjög vel og þetta líka andlegur fundur. Það verið að lýsa hér inn í andaheim. Inn í andaheiminn og það þarf að gera það með réttum hætti og ég vona að mér hafi tekist það. Og í lokin þá bið ég bara Guð að blessa ykkur. Ég fordæmi verk skepnanna, monsterana og varaði við að þau munu uppskera laun synda sinna sem dauði. Og að því sögðu þá segi ég næstu í bless. Minn ykkur á hérna miðasöluna. Miðasöluna. Ég þakka fyrir það var bara fleiri og fleiri að rökka, já, miðasala, já, það eitthvað að henda ykkur að sluppu í þessum kall. Það fleiri og fleiri að rökka við og að senda smá, að kaupa miða. Þannig að þetta eitthvað svona miðaverð sem verður að senda mér og það mjög gott og mjög þakklátt. Og hérna, við þjónar ljósins þurfum víst að vera aðeins með í þessum matador líka. Ég reyndar var að spyrja konuna
hvenær við ætlum að kaupa bóndabíli, þannig við þyrftum ekki neitt að vera í samskiptum við Mysteries peningana. Það Guð hefur nú ekki sendt okkur það ennþá, en það kemur þegar það kemur. Og það minnir ykkur líka á að deila, það mjög mikil ritskoðun núna og blokkeringar á öllu efni frá svona fólki eins og mér. Og mun að deila og jafnvel bara segja fólki, boða orðið á strætum og torgum. Og auglýsa eftir íslensku myndbandi frá Guðjóni Reimberg. Það er ekki gott að vera einn hrópandi í eyðimörkinni, alltaf betra að séu tveir. Eins og Móse sagði við Guð, ég treysti mér ekki í þetta, ég bara get ekki talað opinberlega. Þá sendi hann honum Aron, hún held í föðubróður hans, það voru ættingar, hann sendi honum Aron. Og við Guðjón erum aldrei á hreinu hver er Jóhannes skýrari og hver er Jesús, sko, það er ekki alveg ljóst, en við munum koma staði þegar annar okkar verður krossfestur. Þá vitum við hver er hvað. Þá verður það nokkuð ljóst. Og en svo er opið fyrir djúpkafanir, Mr. Guðjón, það er kannski, nei, það er þetta, ég tek undir það með Guðjón, þessi andanum, það er ekki alveg rétti tími núna. Það kemur þegar það kemur. En það vantar meiri predikun frá Guðjóni á íslensku, bara non-stop. Og þótt að þú gerir einhvern tímann 5 tíma, svo gerir fyrir dag eða gær. Það hefur engin áhrif á næsta dag, sko. Bara halda áfram. Og ég ger ekki vídeo núna nema að sé rétti tíminn. Og það er verið að senda mikið af smooth operator inn á Vígvölli núna. Og ég sé að sumir heillast að þessum operatorum. Og ég er yfirleitt tiltölulega fljótur að debunka þá. Og og hún Dúta er smooth operator, ég var búin að lýsa því yfir. Og svo er bara að vera hamingjusamur. Guð mun leysa úr öllum vandamálum, við hinir trúuðu engar áhyggjur. Við erum í hendi Guðs. Og minni á söguna kristna konan sem var í hjónabandi með manni sem var svona svolítið erfiður í sambúð, drykkfelldur og ofbeldissamur og þoldi ekki kirkjuna og Krist sem hún var að stunda. Og þá einn sunnudagsmorgunin þegar hún var svona að fara út í dyrnar að fara á samkomu, þá mætti vinurinn bara með skambissu. Herðu, þú ferð ekkert í kirkju í dag, vina. Þú ert bara heima í dag. Þá svarar hún, herðu, elskan, sko, ég fer í kirkju í dag, en þú mátt velja hvar ég fer í kirkju. Annarkvort fer ég í kirkjuna mína eins og venjulega, eða ég fer í kirkjuna á himnum. Nú velur þú með þessar skambissu í hvort söfnuðin ég fer í dag, eða á hvort staðinn. Síðan fór hún bara í sína kirkju eins og venjulega. Og það er sama með okkur kristnu. Það breytir engu hvort við höngum hér eitthvað meira með ykkur vilsingunum eða hvort við förum bara til himna og eilífa samkomu þar. Breytir engu fyrir okkur. Og þetta er element sem víkingarnir höfðu einmitt. Það var ekkert hægt að ógna þeim með því að drepa þá. Það gengur ekkert. Og vilt þú fara í stríð við fólk sem óttast ekki dauðan? Það verður yfirleitt aldrei enda vel, sko. En ég þakka ykkur fyrir komuna. Þakka ykkur fyrir stuðningin. Ég er að detta á 1.55 og 30 sekúndur í það. Verðum að hafa ykkur að flotta tölu. Og ég þakka ykkur aftur fyrir komuna. Það eru nokkur 100 sem koma á samkomu. En það er erfitt að sjá það núna því ég með þetta 3 rásum. Það breytast allar áhorfstölur og allt slíkt.
Og ég finn að predikun mín hefur gríðarlega áhrif í andaheimum og víðar. Og og hvet alla til þess að klára þennan detail með frelsun í gegnum Jesú Krist. Það er mjög vont að vera með þann detail ókláraðan, opinn eða það er bara í næstu hvítasunnu kirkju sem þið gangi frá því. Eða, já. Því miður krossin ekki lengur, en Gunnar á Spáni, ef þið á Spáni og talið við Gunnar, hann rettar því bara hvað spang. En nú erum við komin í 1:55:18. Þannig að hér lík ég predikun minni. Bið Guð að blessa ykkur. Amen.